Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og til mín í spjallið í kvöld einn af þeim sem við svo kallaðir yngri menn köllum hetjur hafsins og hermenn þjóðarinnar og það gesturinn hjá mér í dag Yngvi Rúnar Einarsson, sjómaður og í rauninni búin að vera 50 ár til sjós og mig langar að heyra hans sögu. Hann hefur tekið þátt í mikilli þróun bæði á skipum og veiðarfærum og staðsetningu í skipum og ýmsu öðru sem hann hefur tekið þátt í. Og ég vil byrja að spyrja þig, Yngvi, hvar ertu fæddur og uppalinn? Ég fæddur í Reykjavík, borgarbaldin Söðuverla. Já. Og byrjaðu til sjós í Reykjavík? Nei, ég byrjaði til sjós í Hafnarfirði. Já. Mér var búið pláss þar sem á 25 tonna bát. Já. Og það var farið í handfæri fyrir Norðurlandi. Já. Var það Norðausturland eða bara Norðurland? Nei, við vorum bara út á Skagafirðinum og inn á Skagafirðinum og á því svæði. Já. Þetta var allt saltað borð og hver hafði sitt mark á sporðinni. Já. Sporðið fisksins. Já. Og þannig að þegar það var bókhald og talið hvað hver veiddi. Já, það var þegar var verið að taka úr stæðanum að þá var að skoða markið á fiskinum og hver átti sína stæðu. Já. Þetta var dálítið gaman að þessu, hvernig þetta var gert í þá daga. Já, þetta var svona, hvað var maður að segja, framhald af því að skipta í fjöru. Já, það má segja það. Já. Það verður nokkuð sama. Já. En og varstu lengi á þessum báti eða? Nei, ég var bara þarna sumar. Ég var 14 ára gamall þá og síðan fór inn í land og var starfsmaður hjá sendill hjá Karli Gíslasyni. Já. Og þaðan fór ég í Búrfell, kjörbúð á Búrfell sem að Karli Gíslason átti. Já. Og þar gerði ég samning að læra kjötið. Já. En ég hætti því fljótlega vegna þess að við það að fara á lalliskaup sem var langt og lægra heldur en launin sem ég hafði haft á. Já. Frá því fór ég aftur til sjós. Já. Og hvað tók við þá? Já, ég fór aftur á sama bát á net. Já. Og það var bara stutt úttalda og var ég raun og veru á 3 bátum yfir einan að verti. Já. Það var skal ég segja, fór fyrst á þennan bát og síðan fór ég á bát á Akranesi og síðan sent með vorið að þá fór ég á Hafþór frá Reykjavík. Já. Vorum á útilegu norður við Jökul. Hvað var það stór bátur?
Það var 100 tonnar svíþjóðbátur. Já, já. Gerðu. Já, út frá því að þá vorið að ákveð ég og félagi minn, skólafélagi minn, að við vildum fara út í siglingar. Já, já. Og ákveðum það á stuttum tíma því að þetta var á 50-degi. Við vorum staddir niður í Hressingskála Já, og þá ákveðum að drífa í þessu og fóru þá með það leita ferðir út. já, já. Og það var Gullfoss átti að fara á Laugadýl. Já, já. Og það var náttúrulega drifið í við áttum engan, ekkert vegabrifur og það var drifið í því að fá það og getið farsið inn út. Nú, við ætluðum að fara í siglingar og reyna að ráða okkur á erlend skipi. Já, já. Við komum út af þá var þetta nú að vorið til og fengum yfirleitt alltaf svarið þá að það vantaði eitthvað vegna þess að menn sem höfðu verið í skóla í veturinn að þeir hefðu yfirtekið þau pláss. Já, laus pláss. Já. Hvað voru Og þið gamlir þegar þetta var? Ha, Hvað voru þið gamlir? ég var 16 ára þá. Já, já. Ja, við vorum 16 ára og skólabræður. Og það var, fyrst fórum við til Danmerkur og kaupum höfn með gullinu og síðan það var ekki pláss þar að hafa. Þá fórum við yfir til Osloar Já, og það var sama með það var hvergi pláss að hafa. já. Og endaði við því að við tókum lest til Gautaborgar og þar var nú eitthvað gátum fengið pláss. Við vorum orðnir reyndar 4 því að það voru 2 á Gullfossi sem voru í sömu hugleikum. Já, já, já. Nú, þar voru við láttir að fara í læknisskoðun og annað og þá lenti ég í því að þeir fóru að skoða augunni af mér og hægra auga það var mælt að þá var það léleg sjón og læknir tók mig þá og sagði ég hefði ekkert að gera með það. Ég var bara ánum svolítið við þetta, en ég hafði ekki hugmyndið að Það væri neitt að. sjón. En hann tók ekkert, þetta var á hægra auganu, en hann tók ekkert vinstra auga. Já, já. Þannig en út frá þessu þá fóru þessi 3 strákar þeir fengu allir pláss, Já, nema ekki ég. já. Sem endaði með því að ég fekk ráðningu í landi að vinna það var svona kornverslun eða þurrmatur Já, og við vann við það að sitja að ferma járnbrautarvagna já, já. og alltaf voru þessi járnbrautarvagnar voru þannig að það var fermt þannig að hver vagn, hann tilheyrir einhver ákveðnu byggðarlagi í Svíþjóð Já, já. og þetta var sett í vagnarna bara eftir pöntunum. Já, Sumir vagnar voru fylltir og þeir eru svona bara slatt í. já, Og við erum að sitja í þessa vagnar og segjum að voru færið til
Þannig að þetta var rennan sem var látið renna niður í varnana. Nú ég var þetta náttúrulega orðin staurblankur og allt það og hann hafði hvorki peninga fyrir mat eða gistingu. Að það var með vís að fara þetta á hjálpræðarsýrin. Sem ég gerði og það voru bara fyrir menn sem drykkjumenn sem fengu þetta aðgang. Voru þetta sko. Þetta var stór salur og það var svona beddi fyrir hvern mann og járnskápur fyrir ef hann var með eitthvað sem föt og þetta. Nú, ég var þarna í rúma viku, 10 daga, var að vinna og fekk þarna fyrirframgreiðslu í vinnunni og þannig ég gæti eitthvað tórað áfram sko. En svo eitt kvöldið og þá var ég með að labba niður á Höfn og þá sá ég eitthvað skip sem var mér kunnulegt og þetta var Heklan. Og var hún þetta með sumarrútínu, það var Færeyjar og svo Bergen og Gautaborg. Nú ég fór þar til Skrifstofans og spurði hann að því hvort ég fengi að vinna fyrir farinu heim. Ég var búinn að gefast upp á hinu, aðlitna að þvælast þetta. Jú, það var Ásgeir Sigurðsson heitinn sem var skipstjóri og hann sagði það, ég gæti það og ég var náttúrulega svo fljótur að fara í land og ná eitthvað ökkum mínar og komið fyrir. Nú, ég vissi náttúrulega ekki hvað ég var settur í en svo ég kemur báratur og þá hitti ég Brítan og hann benti mér hvað ég ætti að sofa og sagði maður að fara upp í eldhús. Þar var kokkurinn og hann sagði mér hvað ég ætti að gera. Mér var rétt að það viskustykki og ég var að vaska upp allt leitt til þess að koma að fyrsta farinu. Þannig vann ég fyrir heimferðinni. Þetta hefur verið mikið ævintýri fyrir 16 ára polla á þessum árum. Já, þetta þótti mikið. Og mikið ferðalag. Mikið ferðalag. En þegar ég kom heima og það var náttúrulega móðir mín og var fegin að ég skildi vera að ég myndi nú hætta þessum draumar. En þegar ég kom heima þá riðið mig af Jón Þorláksson, togarann. Hann var á snörpunni og það var síldegn. Fór báta. Og það gekk mjög illa hjá þeim og við vorum þetta líklega mánuði í úttaldi og svo var hætt og breytti yfir á Troll. Ég fekk nú að halda plássinu áfram og þá var farið í leitarleið okkur á Tóran. Við fórum til Grænlands og það var að leita á Grænlandsmiðum af fiskimiðana. Þar kemur það að þá finnum við þessi stóru karfamið sem að síðan var það. Það voru þessi svoköldu Jónsmið sem voru skýrið þetta í Jónöðran. Jóni Þorláksinni, togarann. Nú, það voru náttúrulega gríðalegt fiskimagn sem var tekið á þessum miðum. Já, það var mikið. Í til margra ára. Það var það.
Það var nú sagt Það að er menn hvert hefði einasta ekki tekið hol- slegið í blökkin einu sinni þegar þeir voru að toga. Nei. Og það mæla að segja það og í hvers getur sem að hleraðni skullu í borðtökina þá kom pókin upp, Já, flaut upp. já, Þetta var alveg ekki yfirleitt magna að fiski. fiski sko. Ég held að það ekki verið nema 3-4 daga að fylla bara þórar sko. Já, 300-400 tonn eða eitthvað þess að þar. Já, það var í kringum 300 tonn sko. Já, Já. þannig að, og varstu lengi á þessu? Nei, ég alltaf kynntist ég tveimur strákuð handa sem hafa verið æskuvinir síðan og eru báðir látnir þetta. Og við fórum einmitt að ræða aftur þess að komast í siglingar og Já, ellendis. erlendur og skoða heiminn. Já, Nema það að við vertíðina og þá fórum allir á vertíð. já, Hættum á tóranum og fórum að reyða okkur á báta. Meðal að ég reyði með að dreigja en stuttu setna þá gerist sjómannaverkfall já, og það var ekkert rói sko þar. nei, Ég fekk hann að vinni í Eyjum þegar vildi halda mér við að stokka upp línur og þess og þar. já, Svo var hann nú svolítið verkvar stóð nokkuð lengi og ég var hann ósátti við þetta og fór í land, fór upp. Þá reyði mig að Jón forseta. Tógararnir voru ekki í verkfalli í það skipti. já, það verður ekki verið togara verkfall, ekki Nei. á bottvörbungum sem hétu þá. En hérna, þegar við fórum það stóð til að tógararnir færi í einhvers konar svona samúðarverk Já, með báta já, og hérna nema það að við förum þarna út á og salta um borð. við Grænland þá eða. Nei, það Nei. var á Jóni Horsta. Það var bara á hérna Heima miðum. heima með sko. Já, Já. Nú, það var alveg mók veiði og við vorum fljótir að klára salti. já, Nú ekki gáttum við farið í land, öðru sem heldur að við vorum stoppa. já, Þannig að það var ekki meira hjá mér og ég voru fyrsta í það skildi. nei, Síðan fer ég að losna og sjómannaverkfallið og ég fer á báta á Grindavík. Þetta var eitthvað lítið bátur, 30 tonna bátur, Þórkalla. já, Fyrsta Þórkalla sem við kollum. já, Og það var svolítið merkjast með það að það var engin kokkur um borð. nú, Nei, það var skrínukostur. já, Þetta var verbúð og við sáum þar nóttina og síðan var ráskona sáum skrínukostið. sem útbjóð skrínukost fyrir okkur. Já, Nú var komið aftur úr borð og nú voru hulleikar í okkur að fara að drífa okkur út aftur sem Já. við gerðum. já, Og þá vorum við með Gullfossi. En í þetta skiptið þá var Gullfoss að fara til Noregs. já, Ásgeir Ásgeirsson forseti var að fara í opinbera heimsókn já, og því var hann stendur þá fór með Gullfossi. já,
og borði í skipinu var meðalans KK-16 já, sem var að fara líka til Noregs og var að fara í hljómleikaferð þar það var mikið gleði og fjör á leiðinni út. Já. Nú þegar við erum að koma nálgast Oslofjörðina þá vill talið til að það veikist maður á borð. Já. Og hann fekk botnlangakast og þá fór Gullfoss inn í Kristiansand. Já. Sem var með manninni. En svo kom nú í ljós að við vorum svolítið undan á vallin og fólk fekk að fara í land þarna, sko. Já. Sem við gerðum og við fórum einmitt á sjómanæfilið og eða var afleikarskrifstofu fyrir sjómenn. Og þá fengum við það að það var líklega feikja ekki jafnvel pláss þar ef við viltum reyna á það. Já. En við vorum svona að pæla hvað það ætti að gera en við fórum samt borða í Gullfoss aftur og fórum með til Oslóar og þá fórum þar á skrifstofu sem að kom í ljós að það var eins og áður að það var ekkert pláss að hafa. Já. Þannig að við tókum náttúrulega bara jafnbútalegt til Kristiansand aftur, sko. Já. Og við vorum allir ráðnir, við vorum 4 saman þarna. Já. Og við vorum ráðnir, 2 og 2 á skip. Og ég og félag minni við lentum á norsku olíuskipi. Já. Og við vorum þar í siglingu í heilt ár. Og hvert voru það að sigla? Hvert voru það að sigla? Að sækja olíu þá? Já, það var aðalega að sækja olíu og farið, fyrst var að farið í botn Mýrhans, Sýrland og Líbanon og þangað. Já. Við fengum nú ekkert að fara í land þar, sko. Nei. Það var allt og það voru bara legið þar við Baugju og allt þar, sko. Dælt borð. En við fórum vítt og breytt með þetta í Evrópu. Já. Ekki bara til Noregs. Nei, ekki til Noregs. Ekki til Noregs. Þetta fór bara í heilsástaðar hér og þar, sko. Já. Það var ef að farið þarna í Napoli, Ítalíu, það var til Frakklands, Rotterdam, London og hérna, með þetta Svíþjóður, sko. Þannig að þú hefur verið orðin víðförull eftir þessa ferð, eftir þetta ár. En þetta var, síðan allt var bara siglt yfir Atlantshafið. Já. Þá fórum við til hérna, tókum á olíu í Venezuela og Kólumbíu og hollenska nýlenda Aruba og Curaçao. Og þetta var siglt með þetta til Bandaríkjanna. Já. Á austurströndinni var það New York og Philadelphia og Norfolk. En svo fórum við eina ferð í gegnum Panamaskúrin. Já. Og þá norður til og fór losum rétt norðan Seattle, heila við landamæri Kanada og Kanada. Já. Það var svolítið verkefni. Var það ekki dálítið öðruvísi að koma til Ameríku? Jó, það var nú svolítið öðruvísi, sko. Það var eiginlega svona.
En það var nú gaman að segja frá því að þegar við sigldum í gegnum að Panama og áttum við stýrisvagni bæði ég og félagi minn svo Já. báðir Íslendingarnir þeir áttu stýrisvagni og við lendum í það að stýra fyrir lósin í gegnum skurðin. Já. Og við vorum hissa því, en svo þegar við fyrir tilbaka, þá vildi lósin, sem var sami lósin, að vildi að við stýrðum Aftur tilbaka. Þetta var bara þótti þetta svo svolítið glannalegt aðeins, sko, því að við vorum ekkert góður í ensku, þannig lagað og eða norsku. En samt voru látnir stýra, sko. Já. Hann hefur haft góða reynslu af ykkur. Já, þetta var ánægð með það. Nú, síðan búin að vera þarna á þessari rútinu, Bandaríkin og þetta Suðureyri. Það var farið heim og það var nálgast árið sem við vorum búin að vera borð á þessu og ákveðum að hætta og það var að koma okkur heim. Og búnir að fá nóga ævintýra mennskunni. Gáðum ekki losnað fyrir skipið væri komið aftur til Evrópu. Já. Það var svona einhver reglugerði í þessu. Og við náttúrulega fórum bara heim þarna með, ég held að við fórum með Bremenhaven og þar tókum við jafnvöldalaust til Kaupmannahafnar og með gullhúsi heim. Já. Þannig að þá var þessu ævintýri lokið, sko. Já. En svo byrjaði ég aftur og voru ég til sjós og byrjaði á bæði á Jóni Þorðarsyni og Hafþór. Já. Og árið seinna þá fyrir í stýrimannsskóla. Hvað ertu gamall þá? Þá er ég orðin 19 ára. Já. Og ég tók próf strax upp í Annabæk og kláraði skólan á einu ári. Já. Það er að segja fiskimanni. Já, fiskimanni. Já. Og síðan var ég áfram með það á Hafþór og ég var orðin stýrimaður þar árið 1960. Hver var skipstjóri þá á Hafþór? Það var Þorvaldur Árnason. Já, Valdi, Ástór. Það var gífurlegur fiskimaður Já. Og sérstaklega á Netón, sko. Já. Góður verkið að maður. Alltaf norður við jökul. Já. Já. Ég veit maður, oftast er það aflahæstur í Reykjavík, sko. Nú, ég fer fyrst sem hálfstuði þar og svo stýri maður 1960. Já. En á sumrin, varstu þá á síld á honum? Já, við vorum á síld og regnendum á haustin. Og svo þorskanendum á vertíðinni. Og svo sumarið 1962, þá var ég þetta stýrimaður og þá liggjum Eyrskiti inn á Seyðisfirði og þá kemur ræddarinn til mín og beður að spyrja mig hvernig ekki þetta leysa skrifstjóra af Birni Jónssoni. Já. Það vil ég það ekki.
það var þannig að skipstjórinn hafði lent í einhverju riskingum í landi og þeir hafði kjálkabróta hana. Já, einhverju slagsmálum. Í slagsmálum. Já. Jú, ég ákvað að slá til. En það var nú ekki björgulegt því að á miðan var svo mikið smásíld að menn voru í stóru vandræðum með að næta það sína það var mikið Það er ánýtjuðust. Métin á nótunum að menn fóru bara með land þurfti að fara með þær í land til að hrista úr þeim. Já. En ég ákveði að við báðir ég og Valdi ákveði að fara norður land. Já. Það var einhver síld við norður við Grímsey á því svæði. Og þá stærri síld vantarlega. Það hefur verið stærri síld. Já, allt síld. Já. Nú, það var nú það þegar hann var að koma út og Seyðisfirði að þá heyri ég að þeir eru eitthvað að kransa í stórri síld niður við Gerðisflagg. Já. Og ég svona talaði við Valda sem var samflótið norður þetta og sagði hann að ég ætlaði að frista til þess að fara þarna. Það var alltaf með síldina þar sko. Það frista til að ná í einhverju síldana. Og Valdi hélt sínir færið áfram og ég sneri við og fór að það suðrættir. Og þá fann ég torfu og kastaði. Það fyrsta kastið mitt. Og ég man að einn skipstjóri sagði í brunni í talstöðinni hvort að ég ætla að taka alla síldina með sjónum. Það var svolítið stór hjá mér hringurinn og mikil geil Já. En ég náði þetta 400 tonnum og alltaf yfir mig rifin og það var bara bent með það inn á Seyðisfjörð og til Söttunar og ég var Hvað bar Björn Jónsson þá? Hvað bar báturinn Björn Jónsson? Hvað bar hann mikið? Þetta var sáskona bátur með 100 tonna Svíþjóðabátur. Já, þeir báru 100 tonn. Já, rúmlega það. Já, 110-20 tonn. Já. Nú, út frá þessu, ég vann áfram svo þegar það var náttúrulega góður skipstjóri þarna. Þá fer ég aftur sem stýrimaður á Hafþór og þá var mér búið að taka Áskil litla. Það var 60 tonna bátur. Já. Það er að skipta á honum sem íspjörna átti líka sko. Já. Og ég var með hann í 1,5 ár sko. Og við vorum á síldum mikið Vestmannaeyjar og lönduðu þar. Já. Þetta var það leyti eiskið. Þarna er það að tala 1962-3 eitthvað svoleiðis. Já. Svona í byrjunin á í rauninni síldarárunum. Já. Það var farið að minnka sko. Jú, það var náttúrulega síldarár þarna á þess tíma en svo fór þetta hraðminnkandi. En Já, bestu árin voru nú 66 og 67 var það ekki? Já. Síðustu árin. Og ég
tek síðan, hefur 64, þá tek ég Hafþór, verkstjóri á honum. Þannig að ég var búinn að vera á því skipi háseti og stýrimaður og skipstjóri. Og skipstjóri. Og en við vorum svolítið tíma á síldið við Hrollseyjar. Við Hrollseyjar. Já. Og löndið með Austfjörður, sko. Já, já. Og þar var líka Björn Jónsson og við vorum svolítið, sko, með samskonar báta. Það var svolítið kapp á milli okkar, sko. Hver var þá skipstjóri á beinni? Það var Björn Jónsson. Já. Það var raun að vera, sko, það var pantabann mannsins sem að Björn Jónsson var skýrður eftir. Já. Já, Björn Jónsson var svo í ráðuneytinu síðar og hjá LIU. Já. Og hann var með bróðir Gulla Jóns. Bróðir Gulla. Já. Akkurat. Nú, hann var með hann og það skeiði, það var svolítið kúlstutt að við vorum báðir konur, við vorum í öðrum eða þriðja túr, sko. Já. Og við vorum allir báðir konunni að Hrollseyjar og þar fær Björn stórt og mikið kast. Já. Og þegar hann leið að háa og var nýbúinn að háa, þá bara fer báturinn niður. Já. Það sprakk einhver þil lestaþil fram í káfandana og þar sökk hann bara. Áhöfnin var bjargað á höstinni, á eldingunni. Já. Nú, ég var með báti. Það var mannbjörg. Það var mannbjörg. Já, það var mann. Það björguðust allir. En þennan sama daga þá fylgdi ég líka þarna og ég fer áleiðis með það til Seyðisfjarðar. Það var meiningin að fara til Seyðisfjarðar með þetta. Ísbjörninn átti Söltunarstöð þar. Og þegar ég kominn, það svolítið bræla út á Austfjörðunum og ég komið þetta út af Pafey að þá kemur vélstjórinn til mín og segir, eða annað vélstjórinn segir mér að það sé eitthvað skeið þarna aftur í og síldina fann að flæða alveg aftur og bara. Svo ég fer að skoða þetta og þá hefði oljuföt sem voru bundin í ganginum babbarsmegin. Það var losnað á bandunum og höfðu brotið uppsýringuna öftut síldinni. Og þannig kom all síldinni aftur. Ganginn. Aftur undir. Og ég sá ekki fram á hana og ég að létta bátinn alveg fullt. Og alltaf að hleypa á móti sem við fórum. Annars að hleypa á einni stíu á móti. Nú, það var opnað landsbótið þar en svo illa vildi til að báturinn aðeins bara alveg á hliðina. Já. Það er vegna þess að landsbótin voru þannig úrbúin að þetta voru bara hlerar sem opnust út og leið og báturinn læðist af og hlerana þá lokaði fyrir. Útrennsli. Það var nú verið gallaður útbúnaður. Báturinn fór það með mikið á hliðina að sjór var bara komið upp að lúgu. Nú, ég byrjaði á því að náttúrulega
gera, að kalla út neðakall og kalla í mannskapenni að koma sér í björgunarbátana að gera björgunarbátinn kláran. En svo sá ég að hann var nú eitthvað rólegur svona á hlíðinni og svo ég segi við strákuna bíða aðeins með þetta. Ég ætla, vélið var í gangi og ég ætla að prófa að keyra hann upp. Já. Sem að ég gerði og síðan eftir að ég var búinn að keyra þetta 3 eða 4 hringi þá fann ég það að báturinn alltaf að fara að léttast. Og ég skildi ekki því að hann var orðinn ansi léttur. Og var allt í lagi með sko öðru leyti og við hætti við og náttúrulega héldum bara okkar för og báturinn var beint og fínn. Já, réttur. Og léttur og sjónum. En þú höldum áfram til Seyðisfjarðar. Þú með fulla lestar. Já, fulla lestar. En þurftur að hleypa af dekkinu? Þegar við komum til Seyðisfjarðar, tökum við hérna. Það var bara opinur og bara eitt hleri aftast á dekkinu, sko. Já. Svo þegar við komum til Seyðisfjarðar, seglið tekið af. Og það var einhvern einasta síld á dekkinu og engin uppsýllík. Nei. Þá hefði verið að báturinn hafði gleðina svona við farminn. Já. Að uppsýllíkin hafði farið út úr Fölsson. Já. Ótrúlegt. Já. Og þá fór allt í sjóin, sko, í gegnum. Já. Lesbóttin, Já. En ef þetta hefði skýjað, þá hefði þetta verið á sama degi og Björn, þá hefði úkjörið tapað þessum tveimur bátum á sama degin. Já. En þetta hefur nú staðið tæft í rauninni. Já. Og ég tók nú upp að því ráðið, og þetta var svona það var smíðun inn í uppsýllíka og dekkið og ég setti vír á milli lunninga og strekti það með vatnsspennum og þess og það. Já. En svo ferðu nú á stærri báta heldur en... Já, síðan hætti ég þetta hjá þeim. Já, ísbyrninum. Já, ísbyrninum. Þarna haustið, sko. Já. Og þá hringdi í mig og það beðum að taka fák. Í Hafnarfirði? Hafnarfirði. Það var nú trébátur líka. Já. En stór og mikill. Stór og mikill, sko. Já, eitt stæðsti trébátur landsins var það ekki. Já. Það var raun og veru Helgi Helgason og Eddan, sko. Já. Þetta var með svona stærri tréskipum. Já, þetta var með stærri. Nú, og ég með hann í 1,5 ár. Já. Þá tekið við faxan. Já. Sem við gerð. Og þá ert þú að tala faxi sem 200 tonn af stálbátur. Hvað segir það? 200 tonn af stálbátur. Já. Þá hann það eitthvað svoleiðis. Já, 200 tonn. Já. Og fórst á loðnu á honum og síld. Ég fer á loðnu og síðan á síld og þá fór að minnka síldin fyrir, sko, á Rauðatorginu það elda síldina norður í haf, sko. Já, alveg í Jan Mayen og jafnvel Svalbarða. Við fórum lönd, fórum fyrst þaðan og farið norður til Jan Mayen og
og eins og þú segir norður Salmana og við landiðum í hérna flutningarskip sem að koma á Jan Mayen. Var ekki síldin? Nei, hvað hét hún? Já, þetta voru nægilega 3 skip. Það var síldin sem Bólurgavík gerði út og manninn var ekki, það voru 2 önnur sko, þetta var. En síðan var farið út í annað. Útgerðarmennirnir fóru að taka upp á því að láta okkur salta borð. Já, norður í hafi. Norður í hafi. Það hefur nú verið handleikur. Já, það var svolítið handleikur í því, sko. Og það var þannig að gerði samningur á milli útgerðarmanna að þeir sem veiddu að þeir gáfu hinum eða léttu síldi yfir í hinum bátana svo að þeir geti haldið að maður salta og svona. Það var útbúinn svona ákveðin lás sem að svo var sturtað úr pókan og síldanóðinni yfir í þennan lás og hver bátur fekk svona lás. Þetta var svona bara póki með kork á og þeir dróðu bara þennan lás til sín og þeir háuðu ekki upp úr nótinni frá. Þetta var salta bara úr honum. Ég fekk einmitt svona, fekk ég gott kast og þá settum við þrjá svona lása. Auk þess kom þetta finnsk stór skúta sem var einmitt í svona snabbi, sko. Fekk hjá okkur síld og færisku bátur sem var líka að salta borð. Þannig að það nýttist öll síldir sem var í nótinni hjá mér, sko. Og það var nú svolítið. Hann náði, Finnir sagði við borgauta þegar þeir koma að fara að landi. Og Færeyingar þessar borgar setja bara og svona. Það skiptir svo sem engum ári fyrir okkur, sko. Við þurftum hvað sem að losna með þetta úr nótinni og vel. Fengu þetta aldrei borgað? Jú, við 3 að 4 dögum senda þá kemur Færeyingur, þá var hann búinn að fara heim. Og það kemur hann að okkur svona, það var bólt á milli og heldur til okkur svona dýrtamælisboksi sem við höfðum með dýrtamælispapír. Hörðu, í boksinu voru peningarnir. Danskar krónur þá eða færeyinskar. Já, það var eitthvað færeyskap. Nú, Finnir, það skilaði sér allt sem að Finnir fekk líka, sko. Já, hann sendaði bara til Úkraínu hjá okkur. Þannig að þetta var allt sem að heiðarlega viðskipti kringum það. Já. Þetta hefur nú verið samt aldrei sérstakt þarna norður í hafi. Já, þetta var það. Það var það. Nú, þarna þegar við vorum einmitt á þessu svæði, þá fórst þarna einn af okkar síldabátum. Stígandi. Átti ekki við stíganda? Já, við stígandi. Og þá kom tilkynningaskyldan í kjölfarið á því. Akkúrat. Það ég vil segja það var. Hóstið tilkynningaskyldan eftir það. Sem mikil búbót og var það á sínum tíma. Nei, en nú öldin önnur, það dálítið öðruvísi að eiga við þetta í dag. Það ýmislegt betra heldur en var.
Já, En það er eitt sem að þú kannski hefur einhverja skoðuna og það finnst engin loðna á Íslandsmiðum í dag. Hver er orsökin fyrir því? Já, ég til að séu tvær ástæður. Já, Nú, annars vegar hérna hnúfubakurinn, hvalur. já, hvalur. Og hins vegar þessi trollveiðar. Flóttrollsveiðar. Það vísur sko að menn náttúrulega mótmæla þessu, sérstaklega þeir náttúrulega þeir útgerðarmennir og þeir sem stunda þetta sko. Jú. En maður spyr sjálfan sig, af hverju hættu Norðmenn að veiða með trolli? Já, það er góð spurning. Það hlýtur að vera að þeir hafa eitthvað rannsakað þetta meira heldur en við. Já. Og af hverju láta Norðmenn yfir höfuð ekki veiða uppsjávarfisk í flóttroll? Já. Þeir eru ekki að gera það með makríl, þeir eru ekki að gera það með síld, þeir eru ekki að gera það með loðnu. Nei. Þeir leyfa það í kolmuna. Það er með það í kolmunum. En það er eina veiðafæri sem þeir, eina tegundin sem þeir leyfa veiða í flóttroll. Og það af hverju? Þarf ekki Hafrannsóknastofnun á Íslandi að svara því? Af hverju? Hver er skýringin? Ekkert. Svo við munum núna bara fyrir 3 árum síðan þegar var veitt loðna. Síðast. Þegar loðna stóð djúpt út á Norðurlandinu. Já. Stóð yfir djúpt og þeir náðu litlu svengu í nótina. Já. Þá fóru þeir að kvarta við ráðherra að þeir eru að fá að veiða með trollun. Já. Og hún gaf það eftir og þeir byrjuðu veit. En annað var að Norðmennir þeir áttu náttúrulega kvóta hérna og vildu bara veiða hann líka með trolli. En fengu það ekki? Nei, þeir fengu það ekki. Nei. Nei. Þetta er dálítið sérstakt. Já. Það var það. Þannig að þetta er svona bæði viðurkenning að maður hefði haldið það. Að trollið væri skaðræði. Það er bara viðurkenning hvað því, það skemmi. Já. Sérstaklega snemma á haustin. Þetta er kannski þegar þeir voru að skrölda með trollið. En þeir náðu náttúrulega dreifðri loðnu niður á miklu dýpi í trollið sem gaf ekkert í nótina. En svo þurftu menn bara að bíða hún gekk í torfur og kom upp að suðausturhorninu á landinu. Á Hvalbakshallinu og þar. Svo voru menn allt bara sko að hún fjast nú ekki nema á nóttinni sko eða fyrst kíkja og hún að lyfta sig og svona. En ég man eftir því með trollið að þá fóru að toga allan sólarhringinn og þá átti kvikindið ekkert neina undankomu leið. Og meiri segja hún þurfti ekki að vera þétt, hún gat verið dreifð og þeir náðu henni bara. Þetta voru bara toga tímanu saman. Já, allt upp í 10-12 tíma ef því var að skipta. Og það voru bara nemar á belg og póka og þeir vissu hvað var komið í trollin. Nei, ég hef alltaf verið sko sem á margir aðrir sko að trollið átti alls ekki að vera ef að það. Það sé afleiðingin að
að Lóna sé horfin, það þóri ég nú ekki að fullvira það svo. Nei, auðvitað eru fleiri en einn þáttur sjálfsagt í þessu. Það er ekki hægt að kenna einhverju einu atriðum en nokkrir sameiginlegir þættir hafa þessi áhrif. Það er náttúrulega, við vitum að það er gríðalegt og hefur alltaf verið að aukast á hverju ári arðrán frá hval á bæði loðnu og svo fæðu loðnuna líka. Þannig að þetta harmonerar allt saman. Eins sérkennilegt eins og það er nú. En svo er það að tala til með hvalinn. Hnúfubakurinn, hann er talin vera með 30.000 eftir talningu. Hann er jafnstór og langrauðurinn í talningu. Já, það er talið að langreiður síðan 40.000 dýr og hnúfubakur eitthvað 30.000 eða hvað það er. Og þeir borða 3-4 tonn á dag. Og langreiðurinn meira. Já, ég held að langreiður sé nú meira kannski í öðru síli. Jú. En þetta er allt verið að taka þetta úr hafinu og ef það er ekki loðnan sjálf þá er það fæða frá loðnunni líka. En hnúfubakurinn er alveg í loðnunni, sko. Það er gaman að fylgjast með. Ég veit ekki hvað að segja gaman að það er að sjá hann hvernig hann haga sig í kringum loðnuna, sko. Ef hún er svolítið dreið þá tekur hann stóra hringi í kringum hana. Og smalar hann í saman. Smá minkar hann hringin af hvernig hann er búin að þétta loðnuna í eina svona torfu. Svo hann fái... Þá fer hann undir hann og opna kjæftinni. Það er... Þetta er mikið bakt. En það er eitthvað að þegar í sambandi við að vanta loðnu greinlega því að hnúfubakurinn að fara að sækja svona inn á firði og víkur og firði og sækja annars konar fisk. Já, alls konar síli og smásíld og nefndu það bara. Rislinga og Já. Þannig að það er einhver minnkun í loðnunni, það er ekki spurning. Já. En svo finnst mér svolítið merkilegt að það er svolítið verið að tala um það að það sé komið þorskur á Jan Mayen-svæðið. Tölvöld mikið þorsk og ég kalla það Íslands þorsk. En þá er spurningin, er ekki lónað þar? Það getur alveg verið. Norðverður er ekkert að skoða það. Þeir eru ekkert að leita eitt að hjálpa með að leita þessu kvikindum. Nei, en það líta þeir meira á það að loðnan sé fæða fyrir aðrar fisktegundir og vilja sem minnst láta veiða loðnu. Já, það má segja það. Þeir líta á hana sem bara að fæðu fyrir aðra fiskistofna. Já. En það styttast í þessu hjá okkur, þessu spjalli. Nú ert þú að horfa tilbaka eftir öll þessi ár sem þú hefur verið til sjós. Búin að vera til sjós í yfir 50 ár og pröfað ýmislegt. Þú fórst meiri segja að kenna fiskveiðar niður í Persaflóa. Var það ekki? Nei, þetta var þetta ekki kennsla. Nei, var þetta bara... Nei, við vorum, þetta var í Sameinuðu furstaríkjunum. Já. Og einn furstinn, sko, hann var þetta með verksmiðju. Já. Og hann hann átti báta, sko, og svona veiddi, sko, í verksmiðjuna. Já. Það voru normenn sem ráku þessa verksmiðju. Já.
En á bátunum vorum við ráðanir, 14 Íslendingar. 14 Íslendingar. Íslendingar? Já, já. Það voru 7 skipstjórar og 7 vélstjórar. Já, já, já. Hitt voru Indverjar og Pakistan. Já, hásetarnir og undirmenninir. Já, undirmennir. Já. Og þetta var aðalega svona síld sem ekki beint síld. Og sambærilegur fiskur. Já, svona veiða. Og þetta var bara... Þetta var veitt í nótt. Og í Guano. Ha? Og í brætt. Allt brætt. Allt brætt. Já, það voru allt í brættlu. Já, já. Þannig að ævintýra þrá þín, hún hefur ekki stoppað eftir ferð með Gullfoss á sínum tíma. Hvað sér það? Ævintýra ferð þín hefur ekki alveg stoppað þegar þú fórst með Gullfoss í síðasta skiptið. Og þarna, við reyðum okkur þarna að voru til. Já. Og eins og ég segi, það voru 7 íslenskir skipstjórar og 7 vélstjórar. Svo áramótin þá hættir með vélstjórana. Já, já. Fengum við heldur Indverja í staðinn, annars var bara ódýrar, sko. En við vorum áfram skipstjórarnir, sko. Já, já. Og það var með voru, sko, ég hætti í maí einhvern tíma, það voru. Svo var ég bara nýkominn heim og þá var hittið mig og hafði beðið að taka annað verkefni sem var að ég þurfti að fara til Víkó á Spáni. Já. Við fórum þarna 4 Íslendingar og áttum að fylgjast með nýsvíði á Víkó og sigla síðan skipunum niður til Aden. Já, já. Í Jemen. Já, já, já. Og eins og ég segi, það var 2 íslenskir vélstjórar og við erum 2 skipstjórar, ég og Lúkas Kárason. Já, ég man eftir honum. Já, já. Og þetta var heilmikið æðir að sigla inn allt Miðjarðarhafið og niður gegnum Suez. Já. Og þaðan Rauðahafið alveg niður til Aden, sko. Já, já. Og þetta, en bara þegar þessu verkefni var að ljúka, þá var hringt í mig. Það var Ólafur heitinn Einarsson sem var forstjóri fyrir Einari Þorkelssyni. Já. Og hringt í mig og bað hvort þið viljið ekki taka Faxa aftur. Það var ekki að hætta þess að þið viljið. Taka Faxa aftur. Og þar endaru í bæði fyrst á Faxa og svo á Fífil. Já. Sem þú breytir svo nafninu á í Faxa. Í Faxa þegar hann seldur. Já, þegar hann seldur til Granda og varst þar í 18 ár. Já, heilt ár var ég með Fífil eða Fíl á Faxa í 18 ár. Já. Heyrðu, en þetta komið gott hjá okkur í kvöld, Yngvi, og ég þakka þér fyrir spjallið. Eitthvað sem þú vilt segja svona að lokum? Já, það er lítið að segja. Og þú búin að segja mikið. En þróunin hefur verið alveg gífurleg á þessum árum. Þessum árafjölda. Já. Ég þakka þér bara fyrir komuna og spjallið. Já, þakka þér sömuleiðis. Takk. Takk.